Daniel, nýr þjálfari meistaraflokks kvenna hjá KR. Hvernig kemur þetta til? Herðu, bara kom svo sem svolítið svona óvænt sko. Bara KR flottur klúbbur, bara sá stærsti á landinu og átti samtal við þá og leist bara vel á projektið sem var framöndan í Vesturbænum. Nú ertu búin að vera nokkur ár með Þór Akureyri, skilur vantilega við bara, það allt í góðu þar, ég meina vantilega flott fólk sem þetta kveðja fyrir norðan. Já, algjörlega, bara komið svolítið tími á mig þar, búin að vera með liðið bara frá endurvakningu þarna fyrir 4 árum og það er bara hluti af þessu, það stundum nýjar raddir bara inn á æfingu og nýjar áherslur, bara þannig að hópar geti tekið næsta skref. Þú voru vantilega verið eitthvað eftirsóttur svona eftir að þú tilkynntir að þú myndir ekki halda áfram með Þór. Var þetta erfitt val fyrir þig? Sko, já, ég átti nokkur mjög góð samtöl við félög og að þetta stóð svolítið upp úr. Bara forréttindin að vera KR-ingur er bara geggjað, það er erfitt að segja nei við því, sko. Tekum við góð búið af Herði Unnsteinsyni sem hefur verið allt í öllu síðustu ár og byggt upp þetta lið sem þú ert að taka við. Þetta er flottur hópur sem þú ert með í höndunum. Gríðarlega, og bara Hörður á risastórt hrós skilið bara fyrir kjarnan og bara hópinn í heild sinni. Bara rosalega öfluga stelpur sem eru klárlega tilbúnar í næsta skref að spila efsteld. Þór Akureyri liðið sem þú varst með var nú bara virkilega flott uppbyggingi sem þið stóða þarna fyrir norðan. Má búast við því að það fylgir ykkur leikmenn í Vesturbæinn? Nei, ég veit nú ekki alveg með það sko. Maður vill líka, ég er náttúrulega Þórsari líka sko, þannig að maður vill að þau haldi kvennaliðinu fyrir norðan bara á lífi og haldi bara áfram að vaxa þar heima og en ég veit ekki hvort maður sé að fara að plokka í gamla leikmenn. Það er líka bara fínt fyrir þær að fá nýjan þjálfara sko. Hægt að hlusta á tuðið í mér alltaf. KR á leiðinu upp með þennan flotta 12. flokk og þessa stelpur sem eru bara í yngri flokkum eiginlega ennþá margar. Það þarf að bæta eitthvað í hópi, menn að þeir eru á leiðinu í bónusdeildina. Hvað sérðu fyrir þér að þurfa að bæta við? Já, við munum klárlega reyna að styrkja hópinn og búa til bara mjög samkeppnishæft og jákvætt umhverfi á æfingum. Við munum bara skila öllum bæði einstaklingum og sem liði bara frekari árangri hraðar og það bara já, það þurfa að vera góð gæði á æfingu og það er alltaf hægt að bæta í þau bara til þess að ná að taka þessi skref hraðar. Alveg lokum, þú ert að taka meistaraflokk að sjálfsögðu, ertu svona mikið að gera annað líka fyrir norðan, ég meina, ertu að taka einhverjum fleiri skildum á meistaraflokki? Já, ég verði í yngri flokkaþjálfun og bara mjög spenntur fyrir því líka. Það eru flottir hópar í yngri flokkunum hjá KR og verður bara gaman að vera hluti af því prógrammi og fá að vera með í að ala upp þessa frábæru uppöldnu leikmenn sem hafa skilað sér upp í meistaraflokkana hjá KR í gegnum árin. Bara geggjað. Kæra þakkir Daniel og gangi ykkur vel í sumar. Takk.